Foss.is Fosshálsi 13. Komið sæl, í dag hefur verið norðlæg átt á landinu og víða bjart veður sunnanvert landið og tunglmynd sem tekin var upp úr hádegi í dag má sjá að það var bjart hér yfir mestallt sunnanvert landið. Einhver él voru hér úti við vesturströndina og eins með norðurströndinni og hér á norðaustur og austurhluta landsins var tiltölulega samfelld snjókoma tíma. Og ef við lítum svo á hvernig yfirlitskortið þá dálítið lægðadrag hér á milli Íslands og Grænlands en við erum í norðan streng vegna þess að það hæði við Grænlandi og við áttum mikið lægðasvæði hér yfir norður hluta Evrópu og breytingin til morguns óskup lítið hjá okkur hvað það varðar bæði vindátt og hraða en það verður dálítið lægða sem myndast hér við vesturströnd Noregs og fer hér í suðurátt og viðheldur hún norðanstrengnum lengst af en svo dregur úr vindi á miðvikudaginn. Og útmörk dagsins þau að það fór í tæplega 15 stiga frost í Þórsmörk síðastliðna nótt en hitinn komst þó og yfir frostmark á Fagurhólsmýri tíma í dag en víða var frost inn til landsins síðastliðna nótt. Og á hitasviðinu þá að sjá að það kalt loft yfir okkur og nær það nokkuð langt hér suður eftir, bæði yfir Bretlandseyjar og langt inn í Evrópu og breytingin til morguns hjá okkur óskup lítil en kaldaloftið fer hér jafnvel enn sunnar í álfuna heldur en það var í dag og maður búast við að verði víða kalt bæði hér á Bretlandseyjum og í Skandinavíu á morgun og næstu daga. En lítum svo á hvernig vindur og úrkoma breytist frá því klukkan 18 í dag. Þá úrkoman táknuð hér með gulum og grænum lit og það má gera ráð fyrir því að það verði víða úrkomusamt norðan og austanvert landið, gæti jafnvel slaðist inn einhver él á suðaustur hluta landsins tíma en að mestu leyti þetta bundið við Norðurland. Og það verður tiltölulega hvasst hér með austurströndinni og jafnvel allhvasst tíma á suðausturlandi. En á morgun reiknað með að verði norðlæg átt hjá okkur, yfirleitt svona 8 og upp í 13 metra á sekúndu, en ívik hvassara í vindstrengjum, bæði hér suðaustan til og eins allra vestast og það gert ráð fyrir að verði snjókoma eða éljagangur með köflum allt norðanvert landið, en yfirleitt þurrt sunnan til og tákna hér einnig smá snjókomu við vesturströndina því að þau gætu slæðist inn á Annes vestan til. Og frostið verður svona frá 2 og niður í 8 stig á láglendi. Og seinnipartinn á morgun staðan óskup svipuð. Það verður heldur dregið úr éljaganginum fyrir norðan en áfram þó einhver él allt norðanvert landið en yfirleitt bjartviðri syðra og frostið verður heldur harðara þegar líður á morgundaginn. En skoðum svo hvernig þetta breytist fram til miðvikudags. Þá áfram reiknað með að verði éljabakkar sem komi hér inn á norðaustan og austanvert landið aðfara nótt miðvikudags en svo þegar líður á miðvikudaginn þá dregur verulega úr vindi og léttir til mest allt vestanvert landið. Og á miðvikudag þá reiknað með að verði norðlæg eða breytileg átt hjá okkur, einna hvassast hér með norðaustur og austurströndinni og einhver él áfram á norðausturhluta landsins en allvíða bjartviðri bæði sunnan og vestan til á landinu og frost allt land. Og svo á fimmtudag áfram reiknað með einhverjum éljum með norðausturströndinni en annars staðar yfirleitt mun bjartara og fremur rólegri vindur heldur verður. Það sérvaldir íslenskir ostar og meðlæti skoðu úrvalið á ms.is. Alltaf gott veður til að ditta bílnum, AB vara hlutir. Vandaðar og stílhreinar innréttingar, fáuð og tímalaus hönnun Birgisson Ármúla. Sum okkar heyra raddi með Rexton Ritz heyrnartækjunum, heyrnarstöðin Kringlunni. Komandi kosningar snúast hvert Ísland skuli stefna til framtíðar. Við höfum beðið of lengi og nú kominn tími á aðgerðir sem virka. Framtíð Íslands ræðst 30. nóvember. Áfram Ísland.